Vinnu við nýjan stjórnarsáttmála miðar vel og þingmenn eru sumir farnir að munstra sig við ráðherrastóla. Stjórnmálafræðingur segir meiri ákefð í viðræðunum en oft áður. Katrín Jakobsdóttir, fyrrverandi forsætisráðherra, segist sorgmædd yfir að Vinstri græn hafi dottið af þingi. Hún sér ekki eftir því að hafa boðið sig fram til embættis forseta Íslands. 5% allra dauðsfalla í Kanada í fyrra voru fyrir tilstilli dánaraðstoðar. Þeim fjölgar sem nýta sér hana og til stendur að heimila enn fleirum að þiggja dánaraðstoð. Sveitarstjórn í Reykhólahreppi vill glæða þorpið í Króksfjarðarnesi lífi að nýju. Bættur vegur Vestfirði og aðgengi að heitu vatni skapa tækifæri í ferðaþjónustu og öðrum iðnaði. Það er synd að hingað kom ekki fleiri börn, segir skreytingaglatt jólabarn í Mývatnssveit. Kassarnir undir skrautið eru 13, einn fyrir hvern jólasvein. Gott kvöld. Stjórnarmyndunarviðræður Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins héldu áfram í dag. Þingflokkar hittust í hádeginu og vonast til að málefnavinna vikunnar skili nýjum stjórnarsáttmála. Í vikunni hafa 6 vinnuhópar með 2 frá hverjum flokki rætt helstu málaflokka sem gætu beðið nýrra ríkisstjórnar. En þeir eru húsnæðis- og kjaramál, heilbrigðismál, utanríkis- og dómsmál, atvinnu- og samgöngumál og menntamál. Helmingur hópana hefur skilað tillögum og hinir gera það á morgun. Þá verður unnið úr niðurstöðunum sem eiga að liggja til grundvallar stjórnarsáttmála. Samkvæmt heimildum Fréttastofu er litið svo á að þá verði mikilvægum áfanga náð í viðræðunum. Fundir voru hjá þingflokkum flokkana 3 í hádeginu í dag og samkvæmt heimildum Fréttastofu var þar ekki rætt fjölda ráðuneyta eða skiptingu þeirra. Ásthildur Lóa Þórsdóttir, þingmaður Flokks fólksins, sagðist í samtali við Fréttastofu telja líklegt að hún yrði ráðherra, en það hefði ekki verið ákveðið. Þeir þingmenn og starfsmenn flokkana 3 sem Fréttastofa hefur náð tala við í dag segja góður gangur sé í viðræðum. Fullur vilji sé til að komast að samkomulagi en mikilvægt að halda trúnaðum gang viðræðna. Allir voru sammála að eftir daginn í dag hefðu mikilvægt skref verið stigin í átt að stjórnarmyndun en vonast er til að það takist fyrir áramót. Stjórnmálafræðingur segir það alvanalegt þegar stjórnarmyndunarviðræður eru á viðkvæmum stað að litlar upplýsingar berist gang mála. Það geti boðið upp á ýmsar bollaleggingar. Það fara alltaf einhverja flökkusögur af stað hvernig gangi við samningaborðið og oft er það nú svona í lausbeisluðu sambandi við raunveruleikann. Þannig að getur verið hættulegt að veita litlar upplýsingar? Það getur auðvitað verið hættulegt að veita engar upplýsingar, að halda fólki algjörlega úti fyrir þannig að menn fari að velta alls konar hlutum fyrir sér en að samaskapi þá getur verið mjög viðkvæmt að segja of mikið. En má eitthvað ráða í þessa leynd sem hvílir við viðræðunum? Það sem manni virðist og eiginlega alveg frá upphafi er að þessi 3 flokkar ætli sér að ná saman og í rauninni hefur maður séð eiginlega svona stöðugari svona ákefð hvað það varðar í þessum stjórnarmyndunarviðræðum heldur en við höfum oft séð áður í stjórnarmyndunarviðræðum í samtímanum og það er kannski svona helst sátónn sem var slegin eiginlega strax í upphafi sem að segja manni að það séu töluverðar líkur á að þetta verði. Hver heldur að verði næsti forsætisráðherra Íslands? Það eru kannski 2 sjónarmið. Samfylkingin er stærsti flokkurinn og Kristrún hefur stjórnarmyndunarumboðið en Þorgerður Katrín er miklu reynslu meiri stjórnmálamaður og margt í hennar svona ferli og fasi gefur það til kynna að hún kunni að vera heppulegri í stól forsætisráðherra. Katrín Jakobsdóttir, fyrrverandi forsætisráðherra, segist ekki sjá eftir því að hafa boðið sig fram til embættis forseta Íslands þvert á móti. Katrín sagði af sér sem forsætisráðherra í vor til að fara í framboð en náði ekki kjöri. Hún segir að mikil kergja hafi einkennt stjórnarsamstarfið frá miðju árið 2022 og það hafi sett svipa á samstarfið og þingstörfin. Hún segist í viðtalið sem verður sýnt í Kastljósi í kvöld sorgmædd yfir örlögum Vinstri grænna í alþingiskosningunum og sumir kenni henni hvernig fór. Ég tel að við höfum verið dæmd mjög hart. Ertu sorgmædd yfir þessum örlögum, VG? Já, ég upplifði bara raunverulega sorg á þessum sundi. En leið held ég að þessi mál, að því ég nefndi hérna áðan, ég meina VG hefur verið að setja mál á dagskrá íslenskra stjórnmála í 25 ár. Og ég held að sá málstaður hverfi ekki. Nei. Og nú er það bara félagi VG að draga andann og halda jól og
og meta í raun og veru framhaldi, hvert félagar vilja stefna. Því ég held að þessi mál, ég menna, við getum nefnt grænumálin sem auðvitað voru ekki mikið rædd kannski í þessari kosningabaráttu en eru að síður risastórt framtíðarmál og ég geti nefnt fleiri mál sem ég held að VG hafi mjög mikið fram að færi áfram. Þótt leiðtogi uppreisnarmanna í Sýrlandi hafi lofað öllu fögru, óttast margir Sýrlendingar sem tilheyra minnihlutahópum öryggi sitt. Einhverjir ætla að flýja land. Frá því að uppreisnarmenn steyptu einræðisherranum Bashar al-Assad af stóli fyrir tæpri vikum hafi verið nær viðstöðulaus fagnaðarlæti í landinu. Þó fagna ekki allir og þá sérstaklega ekki þeir sem uppreisnarmönnum í nöp við. Uppreisnarmenn hafa sagt að minnihlutahópar þurfi ekki að óttast en margir vilja þó hafa vaðið fyrir neðan sig. Í Sýrlandi að finna fleiri en eitt trúarbrot múslima. Fjöldi svokallara alavíta samankomin við landamærin að Líbanon, þangað sem þeir ætla að flýja. Assad fjölskyldan aðhylltist þessa trú og því kannski ekki vinsælt þessa dagana í Sýrlandi að vera alavíti. They started to control us. You have to pray the way we do. You have to practice your religion as we want. They will attack all of us. I love my country. I dream to go back one day to her when they recover from this bad way of thinking. Kúrdar einnig margir varir sig. Uppreisnarmenn hafa hertekið borgina Dir al-Sur í austurhluta landsins sem var á valdi Kúrda. 10% Sýrlendinga síðan kristnir. Þessi hópur vanur aðkasti en margir óttast að það muni stór aukast á næstunni. Þessi kráareigandi í kristna hverfi Damaskus sem ræddi við franska fjölmiðlamenn og vill ekki láta nafn síns getið, segir að óþokkar hafi brunað upp á honum á bifhjóli og hótað að skjóta á vínflöskurnar hans. Ef þetta fólk flýr, eins og til nágrannaríkjanna Tyrklands eða Líbanons, þangað sem langflestir Sýrlendingar flúðu þegar borgarastyrjöldin braust út árið 2011, þá víða ekki tekið vel á móti þeim. Danska ríkisútvarpið ræddi við nokkra Tyrki í borginni Gaziantep nærri sýrlensku landamærunum, þar sem mannskæður jarðskjálfti lagði nær allt í rúst snemma árs í fyrra. Þeir telja Sýrlendinga byrði á efnahag landsins. Her tarafı etkiliyorlar. Mesela işçi gidip orada asgari ücretle çalışıyorlar. Buna gidip mesela yarı yarıya çalışıyorlar. Dönmeler güzel olur. Vatan ya. Hem de rahat, ülke rahat olur. Burada Suriye çok var zaten. Gidenler de çok şu anda. Bandarískur pílagrími dúkkaði upp í sýrlensku fangelsi þegar að Assad stjórnin féll. Maðurinn kom fótgangandi til landsins frá Líbanon fyrir 7 mánuðum og var handtekinn á landamærunum. Þegar hann var frelsaður og myndir af honum bárust vestur haf var honum í fyrstu ruglað saman við bandarískan blaðamann sem hvarf í Sýrlandi árið 2012. Vestrænir fjölmiðlar buðu manninum aðstoð við að hafa samband við bandaríska yfirvöld en hann afþakkaði það. Síðustu daga hefur komið æ betur ljós hvernig þúsundir fanga máttu þola pyntingar í sýrlenskum fangelsum. Þrátt fyrir það virðist maðurinn hinn rólegasti yfir fangelsistölinni. Do you want to drink tea? I'm okay for now. Did they used to give you tea in the prison? No tea. No tea. What were you allowed to have in the prison? I had water, bread, cabbage. الماء والخبز والملح فقط. That's all what they allowed you to eat in the prison. There's more. There's more than that. Jubna, mudba. So you speak some Arabic. That's good. Did you hear the voices of torture for Syrians in the prisons? Yes, I could hear the interrogations and the beatings. Liðlega 30 Litái sem ákærður fyrir alvarlega líkamsárás sem leiddi til dauða landa hans í sumarbústað á Kiðjabergi í Árnessýslu í vor neitaði sök fyrir dómi í morgun. Hann krefst þess að málinu verði vísað frá. Hann var ásamt 4 löndum sínum í bústaðnum en þeir voru þar í byggingavinnu. Einn þeirra, 36 ára, fannst látinn og voru á honum miklir áverkar. Allir mennirnir voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald en að lokum aðeins einn ákærður. Verjandi hans segir að skjólstæðingur sinn hafi viðurkennt að hafa löðrungað hinn látna í tvígang en að það sé í engu samræmi við ákæruna. Bygging vöruhús við hlið íbúðarbyggingar í Breiðholti á eftir að hafa áhrif á velferð íbúa í húsinu, segir umhverfissálfræðingur. Hann segir framkvæmdina slá met í frekju og yfirgangi gagnvart umhverfinu.
Íbúar í Árskógum eru margir verulega óánægðir með byggingu 11.000 fermetra vöruhús við Álfabakka 2. Íbúar vissu fæstir hvað átti að byggja við hliðin á húsinu en ítrekaðar breytingar voru gerðar á skipulagi þar til framkvæmdin var samþykkt í lok árs 2022. Íbúum brá í brún nú að dögunum þegar ljóst var hvers eðlis byggingin er. Það hefur kannski einhvern tímann verið notalegt að kíkja hérna út á svalir og njóta útsýnisins en það er ljóst að það er liðin tíð. Þessi framkvæmd, þegar ég rak augunni í fréttirnar af þessu, ég bara rak í rogastans. Fyrir mér þá er þetta er svona nýtt met í frekju, yfirgangi og skeytingarleysi gagnvart umhverfinu, gagnvart nágrenninu og gagnvart samfélaginu. Borgin hafi ekki lagt sig fram við að hafa íbúa með í samtalinu og lítið hafi verið svör við athugasemdum og spurningum í ferlinu. Það er bara augljóst hvað ræður hérna og það er fjármagnið. Fjármagnið er að stjórna skipulagi og hönnun á höfuðborgarsvæðinu og bara víða Ísland. Þá er þetta drifkrafturinn. Umhverfissálfræði spila augljóslega ekki stórt hlutverk því afleiðingarnar fyrir íbúa eru miklar og áhrif sömuleiðis. Í fyrsta lagi verður ljósvistin verri í íbúðunum og í öðru lagi missir fólk útsýni sitt, sem getur haft heilmikil áhrif eins og þekktasta rannsókn umhverfissálfræðinnar sýnir. Í þeirri rannsókn var bara sýnt fram á áhrif á bata sjúklinga. Þannig að þetta hefur gríðarlega mikil heilsufarsleg áhrif að hafa gott útsýni. Í þriðja lagi er svo tekin í burtu tilfinningin að hafa stjórn á sínu nánasta umhverfi eða hafa áhrif á það. Hérna er búið að byggja risabyggingu fyrir frama glugga hjá fólki án þess að hafi haft nokkuð það að segja. Þannig að slíkt skapar þá vanmátt, tilfinningu vanmátt, þetta skapar öryggisleysi og þetta veldur almennri vanlíðan. Þannig að þegar við förum að leggja saman bara þessa 3 þætti, þá getum við bara séð það mjög auðveldlega að neikvæð áhrif þessara bygginga á heilbrigði, líðan og velferð fólk sem býr hérna í þessu húsi, að þau eru augljós. Þessi slæmu áhrif sem þessi bygging hefur í för með sér á þeirra líf. Vegagerð yfir nýrunnið hraunari Grindavík er langt komin. Stefnt er á að opna veginn helgina. Einu sinni var þessi vegur ágætlega færinn til Grindavíkur, en út af Sollu sem gerðist í nóvember þá er hann orðinn torfær. Og þá er bara búið til nýjan, en ætli það verði sá síðasti. Það gerir ég nú ekki ráð fyrir. Þetta er 4. vegurinn og við skulum vona að það verði ekki mikið fleiri. Vinnan hefur sóst vel síðan hafist var handa. Með stóran gír og allt á útopnu. Við erum orðin svona næstu því jafn stórir eins og þeirra mest var, en þetta gengur flott. Það eru rétt 3 vikur síðan hraunir rann þar sem vegurinn verður. Á svona þessu nýjasta hrauni þá þurfum við ekki að fara nema meter niður, þá erum við konir í 500-600 gráður. Þetta er ótrúlega heitt og lengi. Vegurinn er kílómetri að lengd. Þegar hann er klár verður greiðfært bæði til Grindavíkur í Svartsengi og Bláa lónið. Það er hugmyndin að við hverfum þá alveg af Grindavíkurveginum og reynum að vera svona aðskildir frá þessari umferð, því að þetta passar illa saman, þessi stóru tæki og umferð smábíla. Enn er unnið við að hækka varnargarða í kringum Svartsengi og eru þeir orðnir 12 til 18 metrar á hæð. Það styttist samt í jólafrí. Við ætlum að taka okkur jólafrí. Við verðum hérna til 20. Föstudaginn 20. og þá ætlum við að fá okkur svona smá pásu. Og þá út í heim. Nærri 5% allra dauðsfalla í Kanada eru tilkomin vegna dánaraðstoðar. Stjórnvöld skoða að heimila fólki sem glímir við geðsjúkdóma að nýta sér úrræðið. Heilbrigðisyfirvöld í Kanada birtu í gær ársskýrslu fyrir 2023 sem sýnir að fjöldi þeirra sem sækjast eftir dánaraðstoð eykst. Nærri 20.000 manns sóttu aðstoð en ríflega 15.000 nýttu sér hana. Stór hluti þeirra nærri 5.000 sem ekki fengu aðstoð létust áður en þeir gátu nýtt aðstoðina. Tæplega 1.000 var hafnað og 500 drógu umsókn sína tilbaka. Það að 15.000 Kanadabúar hljóti dánaraðstoð gerir 4,7% allra dauðsfalla í landinu í fyrra. Tæp 96% dánaraðstoðar voru veitt þeim sem sáu fram á náttúrulegan dauðdaga innan tíðar, en það gilti þó ekki hin rúm 4% eða alls 622 sem ef til vill glímdu við ólæknandi kvilla en sáu þó ekki fram á að deyja á næstunni. Til þess að geta fengið dánaraðstoð þarf sjúklingur að vera yfir 18 ára og með ólæknandi en líkamlegan sjúkdóm
sem veldur miklum líkamlegum eða andlegum kvölum. Til skoðunar í Kanada að heimila fólki með geðræna sjúkdóma að þiggja dánaraðstoð. Umræða dánaraðstoð hefur skapast víða á undanförnum árum, einna helst á Vesturlöndum og var fjallað málið í Kveik fyrir skemmstu. Og ef við heimfærum þetta á íslenskar tölur þá erum við að tala einhvers staðar í kringum 100-130 sjúklinga á ári. Og mér hillir svolítið við þessa tölur. Eftirfarandi ríki eða svæði innan þeirra heimila dánaraðstoð. Eins og sjá má eru flest löndin í Evrópu, Bretar gætu bæst við á næstunni, en neðri málstofa breska þingsins samþykktu frumvarp að heimila dánaraðstoð á dögunum. Þingmönnum var gefið óformlegt leyfi eins og tíðkast í Bretlandi til þess að kjósa alfarið eftir eigin sannfæringu en ekki eftir flokkslínum. Króksfjarðarnes gæti gengið í endurnýjun lífdaga ef fyrirætlanir landeigenda og Reykhólahrepps ná fram að ganga. Þar á að verða þéttbýli að nýju sem þrífist gæti á ferðaþjónustu. Það hefur oft verið blómlegra hér á Króksfjarðarnesi en það er í dag. Fyrirtæki sem starfrækt voru hér á árum áður skelltu í lás eitt af öðru eftir sem leið á 21. öldina og nú búa hér aðeins örfáir yfir allt árið. Við erum að klára Vestfjarðaveg 60 með þessum 2 brúm sem fara yfir Djúpafjörð og Gufufjörð og með þessari aðgerð þá teljum við að það sé komin svona grundvöllur fyrir því að efla bara þjónustu og annað á Króksfjarðarnesinu. Þjónustumiðstöð fyrir ferðamenn yrði undirstaðan að endurreisninni. Reykhólahreppur ætlar að breyta aðalskipulagi til að gera ráð fyrir þéttbýli að nýju. Kringu svona þjónustukjarna er 30-40 mann sem að vinna við það sem að gæti búið hér. Þá séu forsendur fyrir 100 herbergja heilsárshóteli með baðlóni. Orka sé aðgengileg. 1-2 km fjarlæg, það er ónotuð hola, 70 gráð heitu vatni með 20-30 sekundur lítrum sem að gæti nýst 10.000 manna byggð. Skammt frá í Garpsdal er líka fyrirhuguð vindaflsvirkjun. Þá stendur til að endurvekja kræklingarækt. Uppbyggingin yrði stoð við nærliggjandi byggðir, ekki síst ef þar yrði verslun. Frá Króksfjarðarnesi á Hólmavík eru 35 km og 30 km á Reykhóla og 40 rúmir í Búðardal. Þannig að lágvöruverslun hérna myndi geta þjónusta þetta svæði og út Barðastöndin og norðurstrandir. Aðalskipulagsbreyting tekur hálft ár hið minnsta en Jón vonast til þess að uppbygging verði hafin þegar vegbótum er lokið 2026. Hann hafi hort upp á hnignun Vestfjarða síðan togararnir fóru. Síðustu ár hafi nýtt fjármagn veitt súrefni í atvinnulífið. Og þá þarf fólk að passa upp á það að grípa tækifærið og hafa ekki bara laxeldi, heldur einhverja fleiri valkosti hérna. Jólaandinn svífur yfir vötnum í Mývatnssveit eða í það minnsta yfir heimili mesta jólabarnssveitarinnar. Strax að lokinni hrekkjavöku hefst hún handa við skreytingarnar og skreytir alveg þar til jólin ganga í garð. It's beginning to look a lot like Christmas. Hvað myndirðu segja að væri svona mesta uppáhaldi? Það er þessi. Það ég veit ekki hvenær. Mamma og pabbi, þetta frá því ég var bara pínupons. Lovísa er búsett í Mývatnssveit og er líklega mesta jólabarnið í allri sveitinni. Þegar fréttastofa leit við var hún í miðju kafi að skreyta húsitt hátt og lágt líkt og alltaf í desember og þó það væri ekki að sjá þá sagðist hún vera langt í frá búin að öllu. Ertu að skreyta allan desember? Já. Já? Og bara fram á Þorláksmessu? Algjörlega. Hvað er þetta margir kassar? Ég held að þetta er alveg 13. Já, eins og jólasveinarnir? Já, algjörlega. Og Lovísa skreytir ekki aðeins í hólf og gólf fyrir jólin því að hver áramót hafa sérstakann þemalitt, síðan tekur þorrinn við og svo dagur elskenda og þar á eftir páskar, en skemmtilegast þykir henni þó að skreyta fyrir hrekkjavökuna. Nú áttu börn, eru þau svona, erfðu þau þessa skreytingagleði? Er svona líka? Ekki svo mikið. Ekki svo mikið? Nei. Ok. Svo að því að þeim er svo gaman að koma hingað og bara, já, wow. Þau getur bara fengið sogað í sig jólin hérna. Bakar líka fyrir jólin kannski eða? Já. Hefur líka tíma fyrir það? Já. Ok. Mjög mikið. Já, margar sortir kannski? Já, það er bara 7 núna, en áður fyrir varu bara 11.
Kaupir nýtt skraut á hverju ári kannski? Það svona 3-4. To look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see. Þá ætlum við að líta til veðurs. Norðvestan hvassviðri eða stormur á austanverðu landinu á morgun, hvassast á Austfjörðum þar sem gul viðvörun vegna vinds í gildi meiri hluta dags. Mun hægari vindur vestan til, él á norður- og austurlandi en annars léttskýjað. Frost að 7 stigum, kaldast inn til landsins. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur, hún fer nánar yfir horfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum og það er hann Almar Ormarsson sem að færa okkur þær í kvöld. Víkingar spiluðu í dag sinn síðasta heimaleik í sambandsdeildinni í fótbolta. Liðið stefnir á umspil sæti í 16 liða úrslitunum og vildi ná í allavega stig gegn sænska stórröðinu Djurgården. 2 Íslendingar syntu sitt besta sund á heimsmeistaramótinu í 25 metra laug í dag. Tímarnir dugðu ekki í undanúrslit en mótið fer þó í reynslubankann. Og dregið var í 8 liða úrslit bikarkeppni karla og kvenna í körfubolta í dag. Lið í neðri deildum dreymir bikarævintýri. Og þá skulum við rifja upp það sem var helst í fréttatímanum. Vinnu við nýjan stjórnarsáttmála miðar vel og þingmenn eru sumir farnir að munstra sig við ráðherrastóla. Stjórnmálafræðingur segir meiri ákefð í viðræðunum en oft áður. Katrín Jakobsdóttir, fyrrverandi forsætisráðherra, segist sorgmædd yfir að Vinstri græn hafi dottið af þingi. Hún sér ekki eftir því að hafa boðið sig fram til embættis forseta Íslands. 5% allra dauðsfalla í Kanada í fyrra voru fyrir tilstilli dánaraðstoðar. Þeim fjölgar sem nýta sér hana og tilstendur að heimila enn fleirum að þiggja dánaraðstoð. Sveitarstjórn í Reykhólahreppi vill glæða þorpið í Króksfjarðarnesi lífi að nýju. Bættur vegur Vestfirði og aðgengi að heitu vatni skapa tækifæri í ferðaþjónustu og öðrum iðnaði. Þessu fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum og veðri og þar á eftir verður ítarlegt viðtal við Katrínu Jakobsdóttur í Kastljósi. En við verðum svo aftur á ferðinni klukkan 10. Þess á milli eru við alltaf á RÚV.is. Verið þið sæl. Á RÚV í kvöld. Matarmenning. Fróðlegir danskir þættir þar sem þáttastjörnendur rannsaka matinn sem við borðum dagsdaglega. Skyggnst inn í einhverfuhuga. Heimildaþætti frá BBC þar sem Chris Packham fær fólk á einhverfurófi til að sýna hvernig hugur þess virkar og aðstoðar það við að tengjast fjölskyldu sinni og vinum á nýjan hátt. Hamingjudalur. Verðlaunuð bresk spennuþáttaröð líf og störf lögreglukonunnar Catherine Kaywood. Nú styttist í